Góða kvöldi, gott fólk. Ég hef verið beðin að koma hérna og segja frá reynslu minni að bankakerfinu og upplifun af því og hvernig ég fluttist frá því að vera lánþegi í bankakerfinu yfir í það að vera skuldari. Og í kjölfar söguna mína þá ætla ég svona aðeins að ræða þetta kerfi í nokkrum orðum og ég vil sjálfsög byrja á að þakka þeim sem skipulagði þennan fund fyrir þrautseigju við að halda uppi umræðunni erfiða fjárhagsstöðu heimilanna. Viðskipti mín við nýja bankakerfið hafa ekki verið skemmtileg og ég hygg að margir hér inni hafi svipaða reynslu af bankakerfinu og ég. Og það þarf að ræða þessa hluti og við þurfum að heyra þessar sögur. Það þarf nefnilega að breyta þessu kerfi. Og margir halda þeir sem lenda hjá umboðsmanni skuldara séu þeir vegna langvarandi fjármálaóreiðu og offjárfestingar. Og nú hef ég nú söguna mína. Í 25 ár átti ég góð viðskipti við Spron sem að viðskiptabanki minn. Ég var viðskiptavini bankans og bankinn þjónustaði mig. Þegar fjármálahrunið var í október 2008 ákvað ég að semja við bankann frystingu á láni í 8 mánuði vegna óöryggis á vinnumarkaði. Reyndar var skuldastaða mín ekkert verri en hjá fjölda almennra heimila í landinu og ég borgaði samviskusamlega á öllum lánunum mínum. Ég var búin að semja frystinguna á þessu einu láni en það var ekki búið að ganga frá því þegar óskubönd undu yfir og Spron var lagður niður í febrúar 2009. Ég skrifaði skilanefnd bankans strax bréf og óskaði eftir að þessu ferli yrði lokið og gengið yfir frá frystingunni. Til að gera langa sögu stutta var skilanefndin lokuð inn í fílabeinsstjórn í Ármúlanum og tók bara við tölvupóstum. Mér tókst þá að hitta mann sem lofaði að koma bréfinu mínu til skilanefndarinnar og hann sagði hughreystandi við mig leið að þetta væri allt voða góði krakkar. Nokkrum dögum síðar hringdi mig ungur maður sem sagðist heita Halldór. Hann sagði stutt og laggott: Sæl, skilanefndin hafnaði erindinu þínu. Þegar ég spurði hissa hvers vegna, sagði hann kokkraustur og miklu öryggi. Við erum að gæta hagsmuna kröfuhafa. Þetta voru fyrstu vísbendingar mínar það sem í vændum var. Ég svaraði tilbaka að ég vildi fá svarið skriflegt og rökstutt. Næsta dag voru skilaboð í gemsanum mínu. Ólöf, þú getur komið og gengið frá frystingun og láninni þínu. Í kjölfari kom SMS þar sem stóð: erindi þitt hefur verið samþykkt. En engin skilaboð frá hverjum SMS-ið var. Þessi viðskipti gerði mig mjög óörugga, reyndar svo óörugga að ég ákvað að bíta á jaxlinn og setja þegjandi undir með hausinn eins og sannur Íslendingur og halda áfram að borga öllum lánunum mínum og sjá hvað verða vildi. Þá kom til sögunar Arion banki. Þangað færðist bankaviðskipti mín óumbeðið og þá byrjaði fjárhagsvandræði mín fyrir alvöru. Arion banki ekki viðskiptabanki. Eins og þið vitið eru nýju bankarnir ekki viðskiptabankar. Þeir eru fyrst og fremst innheimtustofnanir fyrir kröfuhafa. Þetta fékk líka ítrekað staðfesta starfsmanni Arion banka sem var óþreyttur að tyggja í mig að þeir væru að gæta hagsmuna kröfuhafa þegar ég kom í nýja bankann minn. Ég hef í greinaskrifum mínu meðal annars sagt ítarlega frá ótrúlega viðskiptum mínum við bankann og stikla því hér á stórum. Í maí 2010 sendi ég tölvupóst í Arion banka þar sem ég vísi í fréttir að bankinn sé að bjóða fólki lausnir í lánamálum. Ég vísaði láni í bankann og spyr: hvað getur Arion banki boðið mér í stórum stöfum alla leið? Mér var boðið að skoða 110% leiðina. Ég viðurkenni að mér fannst þetta frábært tilboð þá. Nú erum við að tala saman. Ég var að tala frysting eða skuldbreyting á einu láni en bankinn ætlaði að taka öll fjármálin mín og skoða þeim með tilliti til niðurfellingar skulda umfram 110%. Frábært. Ég átta mig ekki á því þá hversu fáránlegt það að fela kröfuhöfunum að leysa skuldir sínar. En þannig eru leikreglurnar og ríkjandi viðhorf. Þetta þykir sjálfsagt og eðlilegt. Í árslok 2010 var engin niðurstaða komin í málum í bankanum en ég var nokkuð róleg þar sem ég hélt að ég var semja við bankann. Ég var svo einföld að halda að ef 110% leiðin væri ekki fær, hlyti þeir að bjóða mér aðra lausnir. Mér fór þá lengi eftir niðurstöðu og eitt eftir svari og miðjan febrúar 2011 fékk ég endurtekið boð 110% leiðréttingu. Það var frá sama starfsmönnum og var búinn að vera að skoða 110% leiðina fyrir mig tæpt ár.
Þá hætti ég að borga þessu eina láni til að þrýsta á lausn. Í júnibyrjun ég orðin verulega óróleg og sendi bankastjóra Arion banka langan tölvupóst þar sem ég spurði hvort eitthvað væri að gerast í lánamálunum mínum í bankanum og hvort bankinn væri með einhverjar heildarlausnir fyrir lántakendur sem ættu erfitt með að standa í skilum með lánin sín. Bankastjórinn svaraði strax að væri að skoða mál mín í bankanum. Daginn eftir fékk ég tölvupóst að beiðni mín vegna 110% leiðréttingar væri í vinnslu hjá Dróma HF. Þann 20. júní 2011 tilkynnti ég bankastjóra Arion banka í tölvupósti að ég hefði falið umboðsmanni skuldara að sjá lánamál mín gagnvart kröfuhöfunum, enda löngu hægt að treysta starfsfólki Arion banka. 3 dögum seinna fæ ég tölvupóst að 110% leiðrétting á lánunum mínum hafi verið hafnað vegna þess að skuldirnar voru ekki allar eyrnamerktar sem fasteignalán. Ekki var boðið upp aðrar lausnir. 12 dögum seinna fæ ég tilkynningu að íbúðin mín verið sett á nauðungaruppboð innan 15 daga án frekari fyrirvara. Þá hafði ég tilkynnt formlega að lánamál mín væri komin til umboðsmanns skuldara og ég þar með komin í skuldaskjól. Þá voru í vanskilum 5 afborganir af þessu eina láni sem ég var að reyna að semja við bankan allan tíma eða samtals 240.000 krónur. Ég var ekki lengur lánþegi, ég var skuldari með allri þeirri niðurlægjandi framkomu sem starfsmenn fjármálastofnana leyfa fyrir fólk í skuldavanda. Þetta sagan beiðni 8 mánaða frystingu eða skuldbreytingu á einu litlu láni. Ég ákvað að vera undan og semja strax við bankan til að ég kemst örugglega ekki í vanda. Tryggja að ég geti örugglega staðið í skilum með láninu og ég var tilbúin að teygja mig langt. En ég var komin í alveg nýtt bankaumhverfi þar sem heilt kerfi var að gæta hagsmuna kröfuhafa en ég var alein að gæta hagsmuna minna sem lántakandi gagnvart kerfi sem var mér vægast sagt fjandsamlegt. Ennþá enginn að gæta hagsmuna lántakenda í bankanum. En heilt kerfi hálaunaðra starfsmanna að gæta hagsmuna kröfuhafa. Þetta réttlátt og sanngjarnt? Viljum við lántakendur hafa þetta svona? Í skýrslu skuldavanda heimilina sem útkom á vegum forsætisráðuneytisins fyrir rúma ári kemur fram að þegar kröfur bankanna á heimilinu í landinu voru fluttar frá gömlu bankunum í nýju bankana fengu þeir lánasafni á útsölu virði. Ekki gefið upp hversu mikil afföllin voru en ég hef heyrt tölur allt niður í 80% afföll. Takk eftir 80% afföll. Þetta var gert til að skapa svigrúm fyrir nýju bankana og bjóða viðskiptavinum í skuldavanda ýmis úrræði eins og sagt í skýrslunni. Ríkisstjórnin fól sem sagt kröfuhöfunum að leysa skuldavanda íslenskra heimila. En þeir hafa auðvitað ekki gert það. Þú felur ekki þeim sem þú skuldar að leysa skuldavanda þinn. Þar far hagsmunir hreinlega ekki saman. Þetta þykir þó sjálfsagt og eina úrræðin sem heimili í skuldavanda boðið upp á fyrir utan að leita náður umboðsmanns skuldara. Bara nafnið á stofnuninni, umboðsmanns skuldara, lýsir vel viðhorfi stjórnvalda til fólks í greiðsluvanda. Það þarf mikinn kjark eða algjöra uppgjöf til að taka á sig þann stimpil. Hvers vegna ekki umboðsmaður lántakenda til að gæta hagsmuna allra heimila sem eiga í greiðsluvanda. Ég held að stjórnvöld geri sér enga grein fyrir því viðmóti og framkomu sem lántakendur skuldavanda þurfa að þola kröfuhöfunum í hvaða stöðu þau eru búin að koma fólkinu landinu í. Lánin mín hafa bara hækkað en ykkar lán. Hafið þið notið þessara gjafa ríkisstjórnarinnar til íslenskra heimila? Hefur lækkun lánan ykkar til nýju bankana skilað sér til ykkar, heimilinu í landinu, eða hafa bankarnir stolið? Réttið upp hönd þegar sem hafa fengið niðurfellingu á skulda umfram 110%. Þeir sem stjórna fjármunum og eiga kröfurnar setja leikregluna fyrir okkur sem eigum að greiða lánin og þessar reglur eru einhliða hagstæða kröfuhöfunum og vægast sagt fjandsamlegar fyrir lántakendur heimilinu í landinu. Verðtryggingin ein þessara leikreglna og líklega svo versta. Í skýrslu forsætisráðherra kemur líka fram 100.000 heimili töldu fram fasteign til skatts árið 2009. Af þeim eru 73.000 með fasteignalán. Komið hefur fram að í dag skulda 60 fjölskyldur meira en andvirði fasteigna sína. Með öðrum orðum, 60 fjölskyldur í Íslandi eiga ekki eignir upp skuldin, eiga ekki heimili sín. Þetta þýðir að 60.000 heimil á Íslandi eru í raun gjaldþrota. Og þetta bara eftir að versna að ekkert verður að gert. Á sama tíma hafa milljarðar verið afskrifaðar hjá útgjöldum líka á kostnað þessara sömu heimila.
Hvar þessar 60.000 fjölskyldur? Meðan 60.000 fjölskyldur sætta sig þegjandi við óréttlæti, láta þetta yfir sig ganga, þá breytist ekkert. Meðan kröfuhafar fá óáreittir að stjórna málum heimila, breytist ekkert. Það gerist ekkert fyrir fólki í landinu opnar augun fyrir óréttlætinu, viðurkenni vandann, mótmæli meðferð kröfuhafa á íslenskum heimilum og fjölskyldum og krefst breytinga. Ísland fallegt og gefult land og hér viljum við búa, en þeir sem hafa stjórn á fjármálunum á Íslandi hafa nánast gert landið óbyggilegt efnahagslega. Þetta mannanna verk, þetta ekki náttúruhamfarir og þessu þarf að breyta. Þeir sem stjórna fjármálaheiminum ætla ekki að breyta neinu. Breytingarnar þurfa að gera að frumkvæði fólksins og lánþeganna og byrja í hugum fólksins. Hugsanir móta viðhorf og til að breyta viðhorfi þarf að breyta hugsunum. Einungis með breyttu hugafari næst árangur. Í dag leikreglurnar þannig að kröfuhafar geta tekið á okkur heimilin. Þeir geta líka tekið á okkur bílan og verulega hluti, þetta þykir sjálfsagt og eðlilegt. En þeir geta ekki tekið hugsanir okkar nema við leyfum þeim það. Það þarf að breyta viðhorfunum til fjármálakerfisins og kröfuhafanna og fólks í skuldavanda. Það þarf að breyta kerfinu. Það ekki sjálfsagt og eðlilegt að 60.000 heimili á Íslandi eigi ekki eignir fyrir skuldum. Það hlaupa hérna yfir glæru, tíminn að verða búinn. Ég alltaf lengi búin að reyna að taka þátt í íslensku fjármálakerfi að forsenda þeirra sem stjórna kerfin og setja leikreglurnar fyrir okkur lántakendur. Niðurstaða mín sú að ég get ekki og vil ekki lengur taka þátt í þessum ósanngjarna og ójafna leik. En ég vil gjarnan taka þátt í að breyta. En það gerist aðeins með breyttum hugsunarhætti og viðhorfi fjöldans. Þetta breytta viðhorf þarf að koma frá lántakendum því það kemur ekki frá þeim sem stjórna fjármálunum í landinu. Hvorki frá stjórnvöldum eða lánastofnunum. Þeirra hagur að setja leikreglurnar einhliðast hér í ham. Heimilin í landinu verða að fóra að horfast í augu við skuldavandann og hætta að láta kröfuhafann segja sig hvernig að taka á honum. Þetta gerist ekki nema að lánþegar standi saman og grípi til aðgerða gegn óréttlætu kerfi kröfuhafa og krefjist breytinga. Stöndum saman gerum Ísland aftur byggilegt fjárhagslega. Látum fjármálaöflin ekki stjórna okkur og kúa okkur lengur. Við erum aftur frjáls þjóð í frjálsu landi. Takk fyrir.